Kæra þakkir Helga, þetta var frábært að frá takk fyrir kærlega. Þá komið að því að Kári Bjarnason ætlar að segja okkur frá Jóni Þorsteinssyni á Kirkjubæ, skáldskap hans. Kári, gjörðu svo vel. Hérna sjáum við höndin hans Jóns, rithöndin hans, sem var veitt. Það reynda bara þetta sem var veitt, eitt bréf og undirskrift hans. Ekkert bæði til í hans eigin handarriti. En séra Jón Þorsteinsson talinn fæddur 1570. Sú ásetning ágiskun ein, fengin út frá því að í heimildum hans fyrst getið sem prests árið 1598 og virðist þá hafi orðinn prestur fyrir nokkrum árum og því nær þrítugt. Það hins vegar vitað að foreldrar hans voru þau Þorsteinn Sighvatsson og Ásta Eiríksdóttir bjuggu að Höfn í Meðalsveit. Þar mun Jón hafa alist upp en engar heimildir lengur til þann uppvöxt. Jón kvæntist Margréti Jónsdóttur frá Hæli í Flókadal Péturssonar. Móðir hennar hét einnig Margrét Jónsdóttir. Líklega hafa þau gifst 1594 eða líkt leyti og hann var skipaður prestur, fyrst á Húsafelli og aðeins nokkrum árum síðar að Torfastöðum. Ekkert bendi til annars en að þar mundu hinn ungu hjón eyða langri ævi. En út í Vestmannaeyjum varð sá atburður breytti ævigöngu Jóns. Annar sóknarprestur staðarins, séra Ormur Ófeigsson á Kirkjubæjum, þáði heimboð konunglega umboðsmannsins í Dönskuhúsum og að aflokinni máltíð, eins og segir í heimildum, tók út sinn leyndari lím og létti á sér yfir kottu. Rétt að geta þess að séra Ormur sótti með svakalegustu prestum hér hafa þjóð. Enda þótt Ormur yfirgæfi Vestmannaeyjar 1607 í framhald af sínum hnitmiðaða matardómi og séra Jón væri næstur í röð presta til að þjóna Kirkjubæjum, þegar flestum heimildum saman að hingað hafa ekki komið fyrir árið 1612, hvernig sem á því hefur staðið. Vitað að þau hjón eignuðust 4 börn uss úr grasi, en 2 dætur munu þau hafa mist mjög ungar. Þorsteinn var efstur. Það ekki vitað nákvæmlega hvenær hann var fæddur, en miðað við giftingar á foreldranna og þá staðrind að hann skipaður prestur ári undan bróður sínum sem vitað hvenær fæddist, líklegt fæðingar á 1595. Þorsteinn tók við gamla prestdæmi föður síns, Torfastöðum, árið 1626 eða árið fyrir Tryggjaráð. Þar var hann ósköpin dundu yfir í Vestmannaeyjum. Þorsteinn var góða dóma í heimildum, sagður hafa verið stilltur maður og vel skapið farinn. Þess má geta að hann var móðurafi sjálfs Jón Vídalín biskups. Annar í röðinni og stutt og eftir Jón sem fæddist 1596 og fór til kaupmannaafrar til náms árið 1616. Jón var skipaður prestur á Melum aðeins 2 mánuðum áður en faðir hans myrtur og var þar fregnin barst á land. Jón þótti höfuðpresta Skálholtsdæmis, prófastur alla tíð, mælsku maður mikill og skáld gott. Til merkis hversu mikils metinn hann var má nefna að séra Hallgrímur Pétursson mun hafa sent honum fyrstum allra manna uppskrift sína Passíusálmunum til umsagnar áður en hann lét sálmana frá sér fara fullbúna. Það lítil nýbreytni í nafngjöfum hjá séra Jóni, en 3. sonur hans hét einnig Jón. Fæddur hefur hann verið árið 1612
þar sem hann sagður í heimildum vera 15 ára í kirkjaráðinu. Jón þessi kallaði sig Vestmann ytra var komið og þau 22 ár sem hann átti þá eftir ólífuð sveipuð þvílíkum ævintýra ljóma að Jón Þorkelsson Skálholts rektor sagði að enginn maður á Íslandi hafi verið hans líki. Jón Vestmann hófst til mestu vegsemdar meðal hundtyrkjans. Turnaðist öðru sinni hann var hertekinn af þeim kristnu og endaði ævi sína 37 ára aldri 1649 sem þjónustumaður Danakonungs að því sagt á leið heim til Íslands. Sumar heimildir herma að hann hafi orðið fyrir slysi en aðrar að hann hafi verið lagður hnífi og legið lengi. Það kemur ekki fram hver gömul Margrét, eina dóttiri sem uppkomst og alnafna móður og móður ömmu var í kirkjaráninu. Miðað við lýsingar þar sem hennar getið má telja líklegast að hún hafi verið litlu yngri en Jón og gæti þá hafi verið fædd 1613 til 1617. Hún mun hafa verið afar fríð sínum og segir Jón Espólín frá því í orðbókum sínum að franskur kaupmaður hafi keypt hana og flutt með sér til Marseille. Og það kom fram hérna hjá Helgu áðan að þar lagði Ólafur leið sína þegar var að koma hingað til Íslands og skoða hérna var ekki skipasmíðastöðvarnar en ekki fyrir nú sögum að hann hafi verið ekki stáðan en hann getur þess og það er. En upphaflega mun sá franski hafa ætlað sér að kaupa þau systkin bæði, en það sem Jón gat ekki hugsað sér að yfirgefa móður þeirra og kaupmaður hafi ekki áhuga á því að bæta í hópinn var hann eftir. Móðir þeirra gæti hafa verið orðin sjúk á þessum tíma þar sem hann andaðist aðeins skömmu eftir kaup. Í Marseille á Margrét að hafa eignast 2 dætur og þar er sagt að þau Jón, bróðir hennar, hafi hist skamma stund á leið hans til Danmerkur. Engum öðrum sögum fer af Margréti og aldrei var hún keypt til baka. Líkur þar með að segja af fjölskyldu Jóns Þorsteinssonar. Skal næst víkja að dauða séra Jóns sjálfs. Venja er sú að telja dánardægur hans 17. júlí. En það merkilega að heimildirnar ekki svo afdráttarlausar. Í stuttu máli skal hér tekið saman. Í fyrsta lagi Kláus Eyjólfsson skrásetti fyrstur atburði kirkjaráðsins og hann virðist ganga út frá því að Jón hafi andast sama dag og hundtyrkin gengur á land, það 16. júlí að kvöldi. Björn Jónsson og Skarðsá semur kirkjaráðs sögu sína að vísa ekki fyrir 1643 en hann með heimildir sem nú eru glataðar, meðal annars samantekt Einars Loftssonar frá Vestmannaeyjum kirkjaráð. Sögu sinni fullyrðir Björn að séra Jón hafi verið myrtur 18. júlí. Því sama segir Páll Eggert Ólafsson í íslenskum æviskrám sínum. Hvað segir sér Ólafur? Eiginhandarit Ólafs glatað brann hugsanlega í brunanum mikla 1728 hluta Árnasafni eða hluta handritasafni Árna brann. En eins og Helga nefndi, það til fjölmargar uppskriftir af reisubókjannans sem vitnar það hversu vinsæl hún hefur verið og enda þó þær síðan stofni til samkynja þá venja að telja 2 ólíkar gerðir, að 2 gerðir séu að ræða. Í reisubókarútgáfunni sem Helga nefndi og við sögusettur sáum að gefa einn út 2020 og við Már Jónsson sáum að segja prófessor í sagnfræði að þá eru báðar gerðirnar gefnar út. Og þar því einnig haldið fram að sér Ólafur hafi ritað báðar gerðir. Það að segja að B-gerðin, seinni gerðin, hún sé ekki einhvers svona afbókun af upprunalegu gerðir. Þetta var satt að segja bara mjög algengt. Að menn skrifuðu meira en eina gerð af verkum sín. Og ef við lítum þar fyrir, já, það ekki að sjá annað
en í báðum gerðum að þá gangi ræningjarnar á land að kvöldi 16. júlí. Hann segir frá því að hann sér Ólafur að menn hafa andfara á sér fyrir sjá þessi 3 skip og allt fram á kvöldi þá hverfa. En svo bætir hann við að kvöldið gengur í stað á logn. Svo segir hann, en leið og logn var komið á, þá skutu þeir ræningjar úr 3 slúffum og kom á land. Í báðum gerðunum þá Jón og sér Ólafur hertekinn sama dag á sinni konu og fluttur í dönsku hús. Börnin virðast koma daginn eftir. Og mér virðist að vera mjög algengt í þessu brjálæði sem þarna verið 3 daga að þeir reyra niður fólk hvar sem þeir koma að og þeir skilja eftir og hlaupa eftir næsta. Þeir vita sem að oftast hafa menn ekki kjark eða þor eða bara glóru á því að leysa annan og læringi. Menn eru bara komnir í sína hólu og ætla ekkert að fara þaðan fyrir að þessi glæpamenn eru farnir. Í báðum gerðum þá taka dönskúsina fyllast miðjan dag 17. júlí og sér Ólafur og fjölskylda eru flutt á sem fjölda fólks í ræningaskipi. Og þetta gengur svona allan þriðjudaginn og allan miðvikudaginn. En þá skýtur í sundur. Því í annarri gerðinni, sem að talin svo eldri, þá fréttir Ólafur morðið á séra Jóni á miðvikudagskvöldi 18. júlí. Í hinni gerðinni, sem yngri, þá berst honum fregnin þegar á morgun. Þannig að niðurstaðan því svo að heimildirnar taki ekki af skarið það eins nákvæmlega við gósið hvaða dag nákvæmlega séra Jón við sem býstavætti döð. Það væri hægt að hafa lengra málum þetta en ég ætla að sleppa því vegna þess að Magnús nokkur Eyjólfsson, bóndi á Kirkjubæ, hann gekk út að pæla matjurtagarð sinn og leysti þar með vandamál okkar. Hann gekk út að pæla matjurtagarð sinn fyrir rétt 100 árum eða 20. maí 1924 og reka hans nefnir þá staðar á flötum stein sem reyndist vera legsteinn séra Jóns Þorsteinssonar. Var legsteinninn fluttur til Reykjavíkur þar sem hann Gísli Jónsson, sem við höfum oft minnst á hér og okkur þykir ósegjanlega væntum, hann stendur nú reyndar upp í fullum herskrúða hérna upp í Sagninu. En það kominn bara í sínu fallega stási, blessaður kall. En hann tekur fram veskið og greiðir 300 krónur til þess að gera bautastuð. Nákvæm eftirmynd legsteinsins, en þó var fyllt út í þau orð sem málstöðvar hluta í frummynd. Og þau sjáum frummyndan í hérna. Þennan stein gaf Gísli til Eyja árið 1927. Steinunum var síðan bjargað undan brennandi hrauninu 25. janúar 73, settur aftur niður 1977 og sem kunnugt beint yfir þeim stað sem upphaflega steinn hvítur morgun. Og hérna sjáum við hann. Ég þekkið hann hvað sögur. En þegar við förum með frummyndina og þá sjáum við að hann náttúrulega mjög mátt. En það sést samt Okkius hérna, 17. júlí hérna. Hérna stendur það bara skýru stöðu. Þannig að það þarf ekkert að velkjast það að séra Jón leysinn býstavætti stöðu 17. júní þó að séra Ólafur og aðrar heimildir sé ekki svo fullkomnar í því efni sem við höfum kostið. Séra Jón var í þekktasta skáld landsins sína daga og segir Páll Eggert Ólason að hann hefur ort allra manna mest á þessum tíma. Ekkert heildarsafn séra Jón sem við þó verið gefið út. Stöku kvæði og sálma má finna á prenti, meðal annars eru 2 sálmar eftir Jón í nýjustu sálmabók Þjóðkirkju. Þá eru til í heild sinni Genesis sálmar, prentaði 1652 og endurprentaði 3 sinnum síðast 1753 og Davíð sálmar, prentaði 1662 og aðeins endurprentaði 1 sinni 1746.
Sama vandamál til staðar þegar handritageymd hans aðgreitt. Væðasafn hans fyrirfinnst þetta hvergi á einum stað og þarf víða að leita áður en allt tínt til og verður seint hægt að fullvissa sig að allt sé fram komið þar sem íslensk væðahandrit rituð fyrir 1850 5.000 talsins. Í reisubókarútgáfunni gerð tilraun til að taka saman í heildarskrá allan kveðskap eftir séra Jón og reiknaðist mér það til að 265 sálmar og kvæði megi eignunum með nokkuð góðri vissu. Það einkennir kveðskap séra Jóns að hann allur andlegri ræktar. Meira sé að rímur eina sem hafa varðveist eftir hann bera með réttu heitið svakmæða rímur. Jón nýtir skáldskapargáfu sína engum Guði til dýrðar og manninum til leiðbeiningar, aðgæslu og umhugsunar. Sumt af kveðskap hans vissulega orðið fjarri nútíma manni og stundum virðist presturinn taka völdin og skáldið. En þar sem ljúfleikur Jóns fær að njóta sínu bundnu máli, talar hann beint til allra tíma. Sem dæmi slíkan kveðskap má grípa niður í nýársvísum hans. Gott ár og skefi enn Guðhallrar náður, signi hann sína menn og sálir þjáður. Gott ár og góðan frið, Guð minn og sendi, hann sjálfur leggja slið með líknar henni. Gott ár og skefi minn, Guð öllum saman, fyrir Krist soninn þinn, svo það. Amen. Jón hefur átt engar auðvelt með yrkja. Það sem getur hamlað að kveðskapurinn ávallt í þjónustu höllunar hennar. Samt það svo að hann bæði mikill trúmaður sinnarandar og óvenjulega hrifnaður. Mörg dæmur það í kveðskap hans að við sjáum skáldið opna hjarta sitt fyrir Guði dýrðarinnar fremur en Guði réttlátrar reiði. Lofi mitt drottin líf og sál, lofan væði hirðn og mál, lofi tungl, stjörnur, loft og sól, lofan gjörvallt heimsins ból, lofi drottinar líða kinn, lofan æði sköpun minn. Eins og þið heyrið, þá mikill söngur í kveðskap Jóns og því rétt að Helga og Arnór fara að taka við að töfra hann fram. Ég ætla að segja örfá orð kvæðin sem þau flytja, en áður langar mig til að gefa ykkur eitt sýnisorð úr Davíðssálmum séra Jóns. Það líkt og kirkjubæjarklerkur standi fyrir dyrum úti og skálda andinn í brjósti hans bindi saman í eitt, víðáttur Vestmannaeyja og eina helgu bók, hann útleggur upp af 97. Sálms Davíðs svo. Drottinn, kóngur alleina öll jörðin gleðst af slíku, eyjarnar fagna allar hér og útvormarnir veikur, skýin og þokan hylja hann för sínu tigna sæti, gjörði staðfasta grundvallan góða í dóm og réttlæti, öll verið að því gæti. Og ég ætla að hafa þennan hátt á að ljúka ekki alveg máli mínu núna, heldur kynna fyrsta kvæði sem að þau flytja okkur og koma svo og loka minni dagskrá með því að flytja þau síðustu. Og ef ég horfa á það fyrsta, þá var það vel valið hjá þeim, því að iðka gott eða með æru eitt fallegasta kvæði séra Jóns og til í flestum uppskriftum allra kvæða hans og sálma. Fyrirsögnin lýsir tilefninu. Ein bænarvísa fyrir siglandi syni til stúdíu. Kvæðið hefur þó annaðhvort verið samið Jón sigldi til Hafnar frá Vestmannaeyjum árið 1616 eða Þorsteinn fór að sömu leið, mögulega árið fyrr. Kvæðið lýsir einkar vel þeim Guði sem kemur til skáldsins.
En refsingarglaði Guðs 17. aldar gleymist, skáldið segir við hjarta barn sitt: farðu úr, faðmi mínum, faðmi þér trúr, Guð í sínum. Guð og skáldið eru vinir og samherjar sem ala í sameiningu gjörð sín. Og með því loka ég bara þessu að sinni og bið þau Helgu Arnar að koma. Takk. Það alltaf fróðlegt og gaman að taka þátt í þessu verkefni og alltaf verður maður nú svolítið pínlítið meir þegar maður hugsa hvað eyjan okkar hefur þurft að ganga í gegnum. Og ég man fyrir mörgum ár síðan þegar Kári kom að máli við okkur Arnórum að fara að kíkja á þessi lög eftir að sálmann og texta eftir sína Jón, og úr var að við fórum að bæði annarkvort að semja lög við ljóðir hans af því þá voru ekki til eða fundust ekki lagboðar í handritum, og við fengum Báru Gríms og Chris Foster og við gáðum út diskinn sem hét Mandal, og diskurinn fékk eiginlega nafnið vegna þess að einhvers staðar var til í sögunni að þar hefði fundist hnappur frá Tyrkjanánum niður við strandu þar sem Mandal stóð. Og þess vegna fannst okkur að til teikninga af þessum Tyrkjanappi og við létum þetta meðal annars á myndskreyti við diskinn okkar með þessu meðal annars. En það var ákaflega fræðandi að fara í gegnum þetta og lesa ljóðin hans. Og þetta ljóð höfðaði mjög til okkar Arnórsson og fannst þetta svo fallegt að iðka gott til æru. Og ég útsetti þetta lag, læfa til, en ég útsetti það sem dúett fyrir mig og Arnór. Að iðka gott til æru. Drottinn í því landi
Jesús sætt líf sálmanna finnst raunar á prenti meðal vikusálma sér Ólafs Einarssonar, en samt vafalaust eftir Jón enda alls þar annar staðar eigna honum meðal annars í sálmabókinni 1772. Bæðið sérstakt á þann hátt að fyrsta orðið í hverju vísuorði eða línu hefst ævinlega á sama orði og myndar því eins konar stef. Bæði hefst á orðinu Jesú í fyrstu 9 erindunum en á Jesú í síðustu 5. Síðasta orðið í hverju línu hvers erindis ríma síðan saman sem gefur kvæðinu einnig ákveðinn takt eða stíl. Og það engar viðeigandi að enda á vel var þú verðfólkstíð sem síðasta lagi sem þið flytja, sem einn þakklætissálmur eftir vel afstana verki og hefur vafalaust öldum saman verið sunginn í Vestmannaeyjum í kringum verkið af lok, eins og lokadaginn eða 11. maí sem var haldið hér hátíðlegur líklega fram að því að sjómannadagurinn tekur raun hreða. Já, næsti sálmur Jesús sætt líf sálmanna og lagið úr 7. útgáfu Grallaranum frá 1691 og hér flytjum við þetta lag eða þennan sálm breytt og útsett af Báru Gríms. Við ætlum ekki að syngja öll erindin, við ætlum að syngja 6 erindin. Og Jesús sætt líf sálmanna. Ég alveg hissa að þetta skuli ekki verið sungið í öllum kirkjum landsins. Jesús sætt líf sálmanna, Jesús bestljós mannanna, Jesús unam hjartnanna, Jesús unam eyrnanna, Jesús
styrkur nýgrænna. Jesús fæðan hungraðra. Jesús friður ofsóttra. Jesús brunnur öðþyrstra. Jesús kraftur mannfæra. Ó Jesú góði mér fá. Ó Jesú þína dýrðar sjá. Ó Jesú hafði ætt ég hjá. Ó Jesú svo ég lof þá. Ó Jesú þína annastu hið. Ó Jesú þína völum fyrr. Ó Jesú sé þér ætíð skil. Ó Jesú heiður lof og dýrð. Og lokalagið okkar í dag heitir því langa nafn Eitt þakkargerðarsálmur að vera á staðinni vertíð. Takk fyrir þeir eru ekki eitt túr í þessa kynningi á RÚV. Betur um að stytta þetta. En í þessum sálmi hans, það er svo mikið gleði og þakklæti. Og við fundum ekki lagbúða við þetta lag, þannig að ég fékk það verkefni að semja lag við þennan sálm. Og þið þekkið það, allir vertíðarsöngur, að sérstaklega frá Eyjum, það er svo mikið gleði og svo mikið fjör. Þannig að ég ákvað bara undir þeim áhrifum, þú syngjandi all þessi vertíðarsöngva, sérstaklega með karlakórnum 14 fóstbræður, þegar þeir sungu mörg skemmtileg lög þar, og undir þessum áhrifum, af gleðinni og fjörinu og þakklætinu eftir vel ástanna vertíð, þá samdi ég þetta lag, því ég sá alveg fyrir mig að fólk gæti þá dansað við þetta hreinlega. Þá er það vel far þú verkfólkstíð. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bæði konum og börnum
kærlega fyrir og ég vil þakka Kára fyrir stór fróðlegt erindi Jón Þorsteinsson skáldskap. Þá komið að lokum þessarar dagskrár og ég vil fyrir hönd sögusettingsins þakka ykkur öllum sem hér komið fyrir þáttökuna. Það var gaman hversu margir mættu hér og ég vil þakka ykkur fyrir trúmanlega framkomu. Það engin læti og engin svoleiðis vesen. Og að síðustu þá langar mig að bjóða ykkur kaffi og kleinur og spjall. Hann ekki segja upp átt á að það væri svolítið gaman að geta sagt þetta að vera allsýrskar kleinur, en þá varum við að fara einum og látt í nálgun okkar á Barbaríu. En þakka ykkur kærlega fyrir og kleinur og kaffi.